Ætlum við þá að halda áfram og klára svona grunn efnið React. Og fyrsta sem við ætlum að gera að búa til klukku. En skoðum aðeins hvað þarf að gera út frá því sem við skoðum í seinustu viku, sem þá í raun að búa til þessu komponenta og gefa með einhverja proppa. Og hvað þurfum við meira til að geta gert svona heilsteypta komponenta sem gera eitthvað að viti. En ef við ætlum að búa bara til einhverja klukku, sem við segjum þá klukka eitthvað sem á skjánum og lætur okkur bara vita hvað klukkan og telur fyrir hverju sekúndu, þá höfum við ekki allt sem við þurfum í höndunum. Við þurfum að bæta við tveimur hugtökum. En hérna ein hugmynd sem væri hægt að gera. Það væri að búa til í raun eitthvað fall sem við tikkum á 1000 millisekúnda fresti og búum þá til og rendurum í raun eitthvað element hérna sem þá í raun bara dagsetningin núna to local timestring sem gefur okkur hérna tíman. En þetta náttúrulega ekkert spennandi, þetta lítur skellilega út. Þannig að við viljum í raun aðskilja þetta frá þessu renderi og þá getum við tekið í raun að búið til actual klukku komponent hérna sem tekur þá inn einhver props og í propsinu eitthvað date sem við munum þá birta. Þá getum við í raun aðskilja þetta hérna og haft eitthvað tikkfall sem renderar þetta á sekúndufresti. Þetta myndi virka, en þetta er ennþá skrítið. Og þetta er ekki endurlítanlegt. Við getum ekki tekið þessa klukku og ég get ekki látið eitthvað fá það og þið getum notað í eitthvað verkefni því að hún er eitthvað að kúpla sig við renderfallið og eitthvað mjög skrítið. Og við viljum líka að klukkan sjái sjálfum stöðu sína. Þannig að hérna í raun einhver stað á henni sem þetta að hún að tikka og þetta date, þetta er eitthvað sem við viljum að sé útfærsluatriði fyrir klukkuna. Og hvort að við séum að nota set interval eða eitthvað annað til þess að í raun að knýja áfram klukkun okkar líka útfærsluatriði. Við viljum í raun bara fela í þessum komponent. Þannig að við viljum í raun búa til eitthvað komponent sem bara klukka, sem við getum bara dreita hér og þar forritið okkar til þess að vera með bara klukkur út allt. Þannig að við þurfum að bæta við einhverju state fyrir komponentin. Og state svona hitt með props, þar sem að komponentar hafa. Og ólíkt props þá þeir prívat fyrir komponentin, þannig að komponentin sjálfur svo eini sem á að snerta og vita af því hvert sitt state Og hann stjórnar því á öllu leyti, uppfærir það og vinnur með það. Og þetta sem sagt þetta og lifecycle methodurinnar aðalmunurinn á svona class komponentum og functional komponentum. Og þá functional komponentar sem skilgreindir sem function. Og það sem við geymum í state allir hlutir sem við viljum birta og geta einhverju hluta vegna breyst á einhverjum tímapunkti í líftíma komponentsins. Ef við erum með einhverja aðra hluti, til dæmis eins og ID á svona intervali sem við getum notað til þess að búa til klukku, þá getum við geymt það á klassanum bara að segja member breytum með this. Þegar við erum aldrei að fara að birta eitthvað interval ID. Það er ekki relevant fyrir stateið. Og komponentar þá yfirleitt þannig að þeir byrja og þeir hafa þá einhverja byrjunarstöðu sem við getum skilgreint. Og síðan eftir því sem eitthvað gerist, við klikkum eitthvað, tími líður, eitthvað gerist, þá mutatast þessi staða. Og við getum sett þetta sem í konstruktor á klausunum okkar, bara með því að segja this.state jafnt og einhver object, og state fyrir komponenta alltaf object, eða ef við erum með stuðning við svona member breytur, þar sem við getum haft berar breytur inn í klausunum okkar, þá getum við gert bara beint state jafnt og einhver hlutur. Og þetta stutt sem sagt í Create React app og í raun töluvert svona læsilegra og þægilegra að nota. Og þetta í raun eina skipti sem við setjum stateið beint. Og með þess að setja það beint að segja state jafnt og einhver hlutur. Eftir þetta, og þegar tíminn líður og eitthvað gerist, þá notum við aðferðir til þess að mutata stateið. Þannig að svona myndi þetta líti út ef við værum setjum þetta í konstruktor og þegar við notum konstruktor þá þurfum við að senda einhver prop hérna áfram í super, þannig að við þurfum að viðhalda því og það svona aðal svona krötti sem við verðum þarna yfir
eða þá við getum gert þetta svona. Þannig að þá verður þetta í raun færri slög á lyklaborðið og læsilegra. Síðan þegar eitthvað gerist sem breytir stöðunu á komponentnum, þá fer það alltaf fram í gegnum fall á sem við fáum frá React Component sem heitir setState, sem að gerir þá eitthvað magic bak við tjöldin í React sem lætur í raun stateið breytast. Og þessar uppfærslur á stateinu eru keyrðar asynchronously, þannig að við getum ekki treyst á það að við setjum stateið í einni línu og köllum í það síðan uppfært í næstu línu, af því að það mun ekki í öllum tilfellum virka. Og við getum þá í raun sent inn í stateið fall, þar sem við getum brugðist við því þegar það er búið að breyta stateinu. Þá fáum við líka aðgang að fyrrvinnandi eða stateinu sem var áður en við gerum breytingarnar og propsunum. Þannig að við getum í raun gert eitthvað þarna. Við getum brugðist við og keyrt eitthvað kóða þegar það er búið að breyta stateinu. Og þegar við erum að breyta, þá þurfum við ekki að breyta öllum hlutum sem við erum að halda utan í stateinu okkar í einu. Heldur getum við gert bara einn í einu og þeim er síðan mergeað inn í stóra í state hlutin sjálfan sem er á komponentum. Þannig að við gerum aldrei svona, setja beint eitthvað comment sem er í state hlutum okkar sem einhvern streng, heldur köllum við alltaf á setState með object sem er það með keyin sem er það sem við viljum breyta. Og þetta mun þá vera managed af React og keyra á stað einhverja hluti þar innbyrðis sem á endanum mun setja stateið og alltaf síðan þegar við setjum state þá mun komponentin rendera aftur. Og hér getum við viljað setja stateið sem einhver counter, þar sem það er stateið á honum sjálfum pluss einhver tala sem við á að bæta við hann, þannig eitthvað sem að telur áfram. Þetta mun ekki ganga þegar við þurfum að segja þegar það er búið að setja stateið þá viljum við setja þetta er eitthvað skrítið dæmi. En við viljum allavega þá getum við gert svona, við getum kallað eitthvað fall sem setur þá hlutin eftir að búið að breyta einhverju state. Þannig að og svo getum við gert svona, að við erum með eitthvað komponent sem að sækir eitthvað gögn út á networkið eða eitthvað, í gagnagrunn, þá getum við sótt einhverja pósta hér og einhver komment hér og þetta getur þá keyrir á synchronously hvort tveggja og þegar það er búið þá uppfærir það posts og það uppfærir comments óháð hvort öðru. Síðan þegar við erum með einhverja komponenta sem eru með eitthvað state og þeir búa til einhverja aðra komponenta þá þurfum við að fara að spá í því hvernig gögnin hjá okkur flæða. Hvernig látum við vita hvað eitthvað er, hvaða gögn erum við með og hvernig ætlum við að búa til eitthvað UI úr því. Og þá á komponentum að vera alveg sama hvort aðri komponentar hafi stöðu ekki. Það er implementation detail af komponentum, hvort hann þurfa að halda um eitthvað state og líka hvort hann sé functional eða ekki. Þannig að alltaf þegar við erum með komponenta þá notum við það bara, við sendum þeim eitthvað gögn í proppunum og við erum aldrei að spá í því hvort það sé eitthvað state í einhverjum komponent. Þannig að þið er aldrei að þurfa að vera með einhvern komponent og svo með einhvern annan komponent og þið þurfa ég þarf að vita hvaða state þessi komponent er í. Það er ekki svona React leiðin til þess að útfæra hluti. Nema að við getum sem komponent sent part af stöðun okkar áfram í einhverja child komponenta hjá okkur og þá setjum við það sem prop á þeim komponent og áfram niður og sá birtir það þannig. Og þannig í raun búum við til þetta komponent 3. Og í þessu komponent 3 þá flæða gögnin alltaf niður. Þannig að við byrjum einhvers staðar efst í einhverju app komponent eða eitthvað og hann setur eitthvað upp og hann býr til einhverja komponenta, þeir sækja kannski eitthvað gögn og þegar þeir eru búin að sækja gögn þá senda þau gögn áfram í eitthvað annað, þannig að það getur verið að sækja einhvern lista af bókum og svo er búið að sækja lista af bókum og þá þarf að ídra í gegnum listar af bókunum og búið til ný komponent sem er eitthvað book komponent sem tekur inn gögnin og það book komponent þarf að sækja eitthvað text komponent sem birtir text einhvern veginn á einhvern hátt sem við viljum og þá fær hann textan í sínu komponenti
og þannig flæðir þetta allt niður. Book-komponentin mun aldrei vera að spyrja upp tréð hver eru gögnin komin. Hann mun alltaf fá gögnin sem prop þegar það flæðir niður. Þannig að við hugsum okkur að við tökum tréð og snúum því við, þannig að rótin efst, svo hellum við gögnunum á það og það lekur niður tréð. Og síðan með þetta þá er hitt, svo að gögnin flæða niður og svo með eins og Redux og Flux sem er svona arkitektúrpæling með þetta, þá náttúrulega viljum við einhvern veginn geta komið samt upplýsingum upp tréð og þá er það notað í einhverju konsepti sem er kallað action. Þannig að gögnin flæða niður og actionin að fara upp. Og þetta er svona top-down eða unidirectional gagnaflæði sem passa líka rosalega vel við þetta því að React er í raun renderar allt bara aftur þegar það eitthvað breytist. Þá bara breytist eitthvað state einhvers staðar og við bara renderum allt appið aftur. Og það er gert með öllum þessum sniðugu algoritmum og öllum þessu sem er í React. Og þetta getur verið svolítið svona ákveðin hjalli að losa sig út úr því að þurfi ekki alltaf að vera eitthvað að spurja eitthvað hlut, hey, hvað eru gögnin hjá þér? Hvað er input valueið á þér form input? Heldur einhvern veginn látum við þau gögn flæða til, við sjáum það eftir með formin, en við erum aldrei að fara að gera, að vinna beint með DOM-ið. Við erum aldrei að fara að nota einhver DOM-aðferði til þess að athuga einhverja stöðu á einhverjum hlutum með að breyta eitthvað svoleiðis. Heldur notum við bara props og state og látum React rendera fyrir okkur þegar eitthvað breytist. Þannig að þá getum við snúið okkur aftur á klukkun okkar og þá getum við sett í raun þetta state áni sem er í raun það hvað klukkan er í einhverja byrjunarstöðu hérna og getum renderað hérna. Þannig að við getum sagt þegar þessi komponent var til þá var klukkan þetta. En þá er í raun svona, þá erum við komið með annan part en hitt er að hún mun alltaf bara vera föst á þeim tímapunkti sem hún var búin til. Hún mun ekki uppfærast. Þannig að þá þurfum við í raun einhvern veginn að geta gripið inn í það þegar þessi komponent verður til og látið í raun einhverja mekanika eitthvað láta klukkuna líða. Og það er þá hinn parturinn af þessu sem eru þessi lifecycle methods. Og þau eru stundum líka kölluð lifecycle hooks og þetta eru þessi föll sem við notum til þess að bregðast við breytingum á líftíma komponentsins. Það gerist eitthvað, það var verið að bæta þessum komponentum við DOM-ið og þá getum við gert eitthvað. Það var verið að fjarlægja hann, þá getum við brugðist við gert eitthvað. Hann var að fá ný prop, þá getum við gert eitthvað. Og það eru nokkur þessi lifecycle method og leyfa okkur að búa þá til svona fully fledged komponenta sem geta gert alls konar. Og þetta í raun, leyfa okkur að gera alls konar. Og það sem við þurfum þá til þess að láta klukkuna okkar gera eitthvað viti er að nota component did mount og það er í raun þegar það er búið að taka komponentinn sem einhvern svona React komponent, keyra hann í gegnum allt dótið sem React sér og það er búið að búa til DOM-nóðu og þá er búið að setja DOM-nóðuna inn í DOM-tréð. Þá fáum við þennan event og þá getum við gert eitthvað og þá sérlega gert eitthvað tengt því að hann er í raun farin að vera, hann birtist, hann er birtur í DOM-inu. Og þá til dæmis getum við brugðist við því með því að búa til einhverja tæmera eða við getum sótt einhver gögn og eða þá við getum stilt upp einhverjum animationum eða við getum gert eitthvað. Þannig að þannig er í raun tækifæri til þess að gera eitthvað sem mun hafa áhrif á það hvernig hann birtist í DOM-inu. Og þetta ef við erum svona server-side rendera, að búa til React-kóðan okkar á server áður en við sendum hann á client, þá mun component did mount ekki keyra á servernum af því að það er í raun aldrei mountað í eitthvað DOM þar. Og síðan á móti höfum við component will unmount sem mun keyra í raun áður en að React mun fjarlægja þennan komponent úr DOM-trénu. Þannig að þá hefur við búin að búa til einhverja tæmera, einhverja event listenera sem gerir eitthvað sérstakt. Þá getum við fjarlægt þá til þess að lega ekki minni áður en að komponentin er hættur að vera til. En þetta er tækifæri til að hreinsa til eftir okkur. Þannig að þá getum við bætt þessu við klukkun okkar. Þannig að þegar að klukkan verður til,
þá ætlum við að búa til hérna timer ID sem þá í raun geymum við þessar upplýsingar hérna. Þær eru ekki relevant við birtingu klukkunni, heldur eru relevant fyrir okkur þegar við viljum hreinsa til eftir okkur. Og það interval sem keyrir þetta tick á sekúndufresti og tick í raun það sem það gerir að setja dagsetninguna sem bara dagsetninguna sem hún á þeim tímapunkti sem það kallaði fallið. Síðan þegar þessi komponent fjarlægður úr DOM-trínu, þá viljum við taka til eftir okkur og þá fjarlægjum við þetta interval með því að segja clear interval á timer ID sem við vorum með. Síðan eru fleiri, en áður en við förum í það, þá skulum við kíkja aðeins hvernig þá þessi klukka okkar lítur út. Þannig hérna hún samsett úr þessu sem ég var með. Þannig að við erum með clock sem komponent, hún með upphafsstöðu hér sem bara date, dagsetningin. Síðan þegar hún búin að mánta, þá setjum við þetta timer ID og þegar að þetta hér búið að keyra, það búið að uppfæra stateið á komponentum, þá mun komponentin aftur rendera. Þegar komponentin renderar alltaf þegar að stateið breytist. Og við getum keyrt þetta og þá fáum við þessa fínu klukku sem telur. Yay! Það eitthvað farið að gerast hjá okkur. Og ef við þá kveikjum hérna, þá getum við kveikt á React dev-toolinu og opna hérna appið og þá sjáum við að clock hér og þá sjáum við, þá getum við séð stateið á clock komponentnum að það í raun hérna date sem í raun dagsetningin sjálf sem ekki það sem við erum að sjá hér af því þetta í raun renderaða útgáfan af internal stateinu sem date í klukkunni. Og þá þýðir þetta líka að við erum hérna komið með clock komponent og þá getum við tekið sér og núna fyrir við að geta nota svona declarative uppsetningu á appin okkar og sagt, hei, ég elska klukkur, ég ætla að fá 10 klukkur. Og þá í raun fáum við bara 10 klukkur sem allar viðhalda sínu eigin steiti og allar eru óháðar hvor annari en eru í raun að sína það sama í þessu tilfelli. Þannig að þá getum við séð hérna að hver og einasti komponent hérna hefur sitt eigið state og við getum, við viljum geta sett klukku sem með einhverju offset, einhverju svona time zone offset eða eitthvað. Sett hérna hvað plus 1. Og þá getum við bætt við prop á hlutin. Við gerum þetta ekki alveg 100% korrekt þess að setja prop types og þannig. Þá getum við sett hérna offset this props. Þannig að þá props það sem sendt inn hérna, þegar það kemur hér inn. Þá getum við sótt það hér og þá getum við sagt date, tökum date út úr stateinu okkar. Svo segjum við date set hours, date get hours plus offset. Já, niðri. Það bara þegar ég er mjög explicit að þetta vera plus offset. Hvað gerir við vitlaust núna? Objects are not valid. Já. Við erum alltaf ekki að taka hráa objektin, heldur bara þarna. Þannig að núna í raun fáum við invalidate á allar nema klukkuna sem offsetuð, af því að okkur vantar eitthvað default prop. Þannig að þarna verður að taka í raun, þetta hérna verður undefined, við erum að leggja undefined við klukkutímana, þannig að þá fáum við nan út og við erum að kalla á nan með þessu, þannig að þá fáum við vitleysu, þannig að þá getum við gert hérna 0 og þetta mun þá virka til að laga klukkun okkar út frá þessu eða svona réttari leiðin væri að segja static default props offset 0. Þannig að þá þurfum við ekki að spá í þessu hér, heldur erum við búin að setja hérna og myndum þá setja eitthvað svona kontrakt hérna efst í komponentunum okkar sem segir þessi komponent tekur offset og eitthvað fleira. Og ef að það required, þá myndum við setja hérna
prop types, offset, string, prop types, .number, .is required, þá myndum við fá warning, þá brýtur ykkur þennan samning okkar ef að viðkomandi setur þetta ekki rétt. En þá getum við raun búið hérna til mismunandi klukkur sem eru með mismunandi offset. Og svona erum við, þannig að þannig getum við búið til eitthvað svona API ofan á hlutin okkar sem leyfir okkur að búa til svona eitthvað almenna klukku og þá þurfum við ekkert að spá í klukkum aftur. Við eigum bara svona klukkukomponent og við bara hendum honum inn á staði þar sem við þurfum klukkur. Og ef við þurfum að gera eitthvað meira við klukkuna, þá getum við búið til props sem breyta þá því hvernig hún hagar sér þegar hún er birt, út frá því hvernig við viljum að hún birtist. Og þetta alveg afskaplega sterkt konsept. Hvar? Hérna? Hér? Nei, þegar þú ert að uppfæra þetta. Já, Rótin að uppfærast bara þessi laun. Það eru bara laufin sem eru uppfærast. Ef við skoðum hérna það sem er að gerast, þá sjáum við að það er ekki verið að uppfæra bara p-ið, af því það er það sem breytist. Þannig ef við bætum hérna inn eitthvað, klukkan er núna, og skoðum hvernig þá er textin látin vera, en aðeins það sem breytist. Og þetta er þetta reconciliation algoritmi sem er að gera allt þetta magic sem lætur þetta vera alveg ótrúlega hratt miðað við það sem maður myndi halda. Sem gerir það verkum að við getum á sekundum fresti erum við að re-rendera þarna fyrir hverja klukku allt tréð, en erum að reconcila það við gamla tréð. Já. Sem prop. Nei, þegar propin eru það sem einhverjir aðrir láta okkur vita af og láta okkur fá. State er það sem við síðan viðhöldum þegar við þurfum að halda utanum. En timer ID er svona, já ok, þetta er eitthvað sem við þurfum að vita til þess að geta clearað, en það er ekki, við þurfum ekki að birta það hérna, við erum ekki að fara að vísa í það í renderinu og þá er venjan að setja það bara sem memberbreytu á klasan. Já, því að við þurfum ekki að managea stateið, við þurfum ekki að vita, við þurfum ekki að mutate stateið og láta render aftur þegar við breytum timer ID-inu, það timer ID á bara gerast þegar við mountum og við fjarlægjum þegar við unmountum. En síðan eru fleiri lifecycle methods eins og component will receive props sem gerist þá þegar að ef ég væri með þessa klukku og hún væri með að nota einhvern annan komponent og ég sendi þá klukkuna, dagsetninguna inn í þann komponent, þá myndi sá komponent fá lifecycle method sem væri component will receive props áður en að hann rendera sig aftur og þá getum við nálgast hérna núverandi props og gætum hugsanlega þurft að uppfæra stateið. Við erum að fá hérna, hei, klukkan er orðin 4, þá þarf ég að segja, klukkan er orðin 4, þú ert að drífa þig í strætó eða eitthvað. Þá getum við látið það gerast áður en að komponentin er renderaður og þá getum við brugðist við þessum breytingum á propum. Og þetta getur síðan líka keyrt þó að það hafi engin prop uppfærst. Þannig að það er ekki loforð frá React, þetta gerist bara þegar propa er uppfærst. Síðan er fall sem heitir should component update sem tekur inn í raun next props og next state sem eru þá þessi komponent er núna í þessari stöðu með þessi prop og þetta state eigum við að rendera hann aftur og þá er það eitthvað sem við getum svarað með bara true eða false og langoftast viljum við ekki eiga við þetta því að ef við eigum við þetta reynum að vera sniðu og skrifa eitthvað svona eitthvað fall sjálf þarna og svo hættir eitthvað uppfærast þá er það út af því að það er að klikka hjá okkur. Þannig að þetta er ef við segjum return false þarna þá mun renderfallið ekki keyra og komponentin ekki uppfærast. Þannig að ég geti tekið klukkun okkar og skemmt hana með því að segja bara return false hér. Þá er hún gerðist ekkert. Já, nú er hún bara first, af því að hún uppfærist ekki. Nema svona. Þá núna er hún að uppfærast aftur. En það sem að þetta getur
hjálpað okkur mikið þegar við erum komið með einhver risastór komponenttré þar sem að það er mjög dýrt ef að einhver komponent sem að þarf ekki að rendera aftur renderaður aftur. Hann kannski þarf að búa til einhverja risastóra töflur eða býja til marga mismunandi lista og þá þetta leið fyrir okkur til þess að húka okkur inn í komponentin og svona skvísa út aðeins meiri hraða með því að segja honum, hey, ef að þetta tilvik til staðar þá þarftu ekki að rendera aftur. Og þá síðan annað svona leið til þess að koma í veg fyrir svona re-rendering og það að nota pure component í staðinn fyrir component. En það eru komponentar sem eiga ekki að vera með flókið gagna, taka ekki inn flókin gögn og ekki að gera neitt, ekki að vinna með eitthvað flókið og þá útfært should component update sem shallow samanburður á props of state við næstu props of state. Shallow þýðir að það bara tekið fyrir string, number, bool og þessi grunn gagnatök og þau borin saman, en til dæmis ef við erum með array, þá þau ekki borin saman af því það var í raun dýpri samanburður að fara inn í arrayin og bera saman stökin í honum. Þannig að þannig höfum við tækifæri til þess að ef við erum með bara einhvern komponent sem birtir bara eitt streng, þá getum við bara útfært pure component í staðinn fyrir component og þá mun React rendera hann sjaldnar eða bara þegar það actually þarf að uppfæra hann. Og svo eru fleiri svona lifecycle methods, will mount eins og did mount, þannig að það keyrt áður en að komponentin verður settur inn í DOM-tréð og svo eftir, will update keyrt og did update, þannig að það ég að fara að rendera, ég búinn að rendera, þannig að við getum í raun brugðist við á mismunandi tímum í líftíma komponentsins. Fyrir svona mjög dæmi lifecycle, þá getum við skoðað allt sem að gerast. Og þá erum við með einhvern container, og við erum með eitthvað item, og við erum með eitthvað app. Þannig að appið okkar rendir einhvern container, og containerin þannig að hann með einhvern counter í stateinu sínu, sem að við uppfærum á sekundufresti. Þannig að sjáum við setjum intervalið okkar sem set state, þar sem að counterinn previous state plus 1. Þannig að hann að hækka alltaf, þegar hann búinn að setja stateið, þá hækkum við counterinn. Síðan, þegar við unmountum hennar container, þá ætlum við að cleara þetta interval. En síðan erum við með 4 svona item. Við sendum 2 þeirra counter breytun okkar. Annar shy, hann vill ekki rendera sig alltaf. Og svo 4. itemið, það í raun bara sýnt ef við erum undir 10. Þannig að þá, ef við byrjum þá þetta einhver item við sjáum þessi sem shy hann renderar bara þegar það 8-tala, á meðan hinn birtir alltaf og síðan hverfur þessi. Og svo ef við skoðum hvað þeir að segja, þá þeir að console logga bara allar þessar methodur og það sem kannski áhvertinn að sjá að hann fór komponent nr. 4. Ó nei, þetta svo mikið. Já, þannig þetta. Þannig að þetta keyrði í raun áður en hann var fjarlægður. Og þá var hann fjarlægður að því leyti að við erum að hætta að rendera hann út í foreldrinu. Þannig getum við, þarna triggerar þetta. Og síðan aðrir hlutir eins og þessi shy hann segir í raun returnar true aðeins þegar talan 8-tala og síðan hinn í raun bara að emitta einhverju console-loggi þegar viðkomandi lifecycle method keyrir. Svo þetta í raun þá leið til að láta komponentina gera eitthvað í einrúmi en síðan náttúrulega viljum við að leyfa þeim sem að nota vefinn okkar gera eitthvað á móti. Við viljum geta ítt okkur að taka og gert eitthvað. Og atburðir í React svipaðir sem DOM-atburðir sem við erum búin að kynnast í fyrri áfangum. En það eru nokkrar undantekningar. Það sem sagt, þeir eru skilgreindir á komponentunum. Þeir eru skilgreindir sem með camel case en ekki bara lower case.
og sem föll en ekki sem strengir. Þannig að þetta sem ég sagði ykkur aldrei í lífinu að gera er það sem við gerum í React. Þannig að hérna er hérna button on click activate lasers en í React gerum við svona. Notum camel case hérna fyrir on click og við setjum inn fall sem mun þá keyra þegar það er ýtt þennan takka. Þetta er náttúrulega, þetta er hrikalegt. En þetta virkar ágætlega, þannig að við leyfum okkur þetta. Ég leyfi þetta. Þannig hérna getum við verið með einhver takka eða bara arhef sem að í raun keyrir og renderar sig út sem bara arhef með click me hérna en React mun síðan sjá það fyrir okkur að binda þennan þetta fall við þetta element. Þannig að við þurfum ekki að segja eitthvað add event listener eða eitthvað svoleiðis. Og þegar við smellum á þetta þá keyrum við þetta hérna fall og við getum hérna kallað í prevent default sem er þá komið í veg fyrir að hyperlinkur mun fara eitthvað og svo getum við loggað eitthvað út. Og þannig að við þurfum, þetta er svona fyrsta, við þurfum ekki að nota add event listener. Þannig að við segjum bara svona on click, on submit á formum og svo framvegis. Og þetta eru síðan ekki alvöru events, heldur eru þetta svona synthetic events sem eru í raun útfærðir af React og nota W3C spekkin fyrir eventa, þannig að þau eru effectively hjúpa browser-eventin og gefa okkur svona polyfill fyrir það, þannig að við fáum alltaf nákvæmlega sama eventin í React-forritunum okkar. Og já, þannig að við skráum þetta beint í JS6-unu og React sérum. Jú, það er nákvæmlega það sem ég var að segja. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég sagði okkur að gera aldrei nema þeir eru að skrifa React. Þá er það í lagi. Og þá er það út af því að til þess að láta þetta virka á þeim skala bara þess að geta byggt svona stór upp þá þarf að vera svolítið smart með þessa eventa og þá er þessi synthetic eventa notaðir og þessi útfæra W3C þannig að þeir eru í raun með öll sömu föll og við notum og höfum séð á eventum, þeir eru með target og þeir eru með source element og alls konar. En það sem að React gerir er að endurnýta þessa eventa og önnur svona einhver trikk til þess að fá betra performance. Þannig að til dæmis eitt sem er gert er að event listenernir, ef við notum það þá bindum við á, með add event listener, bindum við á beint á einhver element og svo skoðum við á í raun á elementinu og svo bublar það upp, þannig að ef við gerum ekkert á elementinu þá fer það á elementið sem er fyrir utan það og svo áfram upp allt tréð. Það sem React gerir er að setja bara event listener efst í tréð og láta alla eventa bubla upp og trýta og síðan taka við þeim þar og láta forritin vita út frá því hvar þeir urðu til. Þannig að React sér út frá þessu virtual domi, veit hvar eventarnir gerast og geta endurnýta með þessum synthetic events og láta það bubla alveg upp og fá þannig betri performance. Og hér er þetta að skoða öll þau föll sem eru til staðar á þessum synthetic event og allt sem er gert hérna og þá þetta er allt stutt hérna, clipboard events, composition, keyboard, focus. Við getum verið með músina þannig að hún fer yfir eða út af eventum og við getum gert allt það sem við hefum gert áður fyrir með þessu. Síðan er hvernig við bændum okkur við þessa eventa. Þið kannski muni eftir því að hafa lent ykkur vandræði með að vera að bænda eventa og fá this skildi sem eitthvað skrítið. Og það er þá þegar við erum að nota React komponentar sem eru búin til með class. Þá þurfum við alltaf að hafa this til þess að geta til dæmis við ítum að taka og við viljum uppfæra state. Þá þurfum við að hafa aðgang að this og það þarf að vera rétt bændað this. Og þá er algengt að nota svona class method og þá verður það að binda hana rétt til þess að this virki og það eru nokkra leiðir í boði. Við getum bundið þetta í constructor og bind er þá vísun í fallið .bind. Þannig að þá getum við gert hérna this handle click jafnt og this handle click bind this. Þetta hringir ekki einhverjum bjöllum. Það sem þetta mun þá gera er í raun að láta this í þessu falli þegar það keyrir vera rétt bændað við this sem er klasinn sem þetta fall er skilgreint í. Og þetta er svona frekar fyrirfram mikið því við þurfum bæði að búa til fallið og svo þurfum við í constructornum að bænda þetta rétt. Við getum bundið þetta rétt í eventnum sjálfum. Þannig að þegar ég er að fara að gera klikk þá getum við nýtt okkur fatt arrow sem að rebindar ekki this eins og function
lambda functions gera. Þegar við erum ekki með þetta hérna, þá mun það bænda hérna this sem undefined, en þetta hérna mun í raun láta handle-click keyra með réttu this. Þetta hefur ókosti að því hvert einasta skipti sem renderað búið til nýtt fall. Þannig að við erum að búa til óþarfa, við erum að sóa resursum. Og svo getum við notað svona public class field. Og þetta aftur svona hluti sem ekki alveg búið að staðla og ekki komin í raun ECMAScript staðalinn. En þá það þannig að við búum til svona member method sem í raun fatt arrowfall. Þá mun það binda þessi rétt. Og þetta þægilegasta leiðin og hún studd af Create React App. Og ég mæli með að nota þetta. Þannig að þá getum við verið með eitthvað hérna sem handle click hér. Þannig að þá segjum við ekki handle click beint og svo sleppa hérna. Heldur þetta í raun bænda hérna sem fatt arrow. Og þá mun þetta keyra þegar við ítum á takan. Og síðan þegar við erum með event handler og við viljum til dæmis ídreifa einhver gögn og senda þessi gögnin, eins og þið kannski muni eftir, þá getum við lent í vandræði með binding á this líka. Sérstaklega getur við vandræði með að við erum að hosta hluti og eitthvað svona. En þá gætum við sem sagt bundið gögnin í eventnum sjálfum á sama kostnað og áður, að þetta mun í raun búa til nýtt fall fyrir hvert render. Eða við getum notað bind, sem mun líka búa til nýtt fall í hvert skipti. Eða við getum búið til handler sem skilar öðrum handler. Þannig að þá getum við svona farið einu leveli dýpra og búið til handler sem skilar handler sem bændar þá rétt gildið sem við viljum senda inn og tekur svo við eventnum hér inni. Þannig notum við closure til þess að sem skilar, við lokum yfir þetta gildið sem er sendt inn hérna og skilum fallið sem kann að handla eventa. Kíkjum á smá dæmi að við tökum smá pásu. Þannig að hér erum við með þennan action link sem að loggar eitthvað út þegar við klikkum á hérna. Þannig að við skoðum hvað gerast. Þá hérna click me, link was clicked. Þannig að hann getur við brugðist við. Þannig að hann komið leið til að húka inn í það að eitthvað gerist frá notandanum og brugðist við í forritinu okkar. Og svo erum við með þennan bindings komponent hérna sem við setjum bara hérna inn í app komponentinu okkar. Hann er með hérna constructor bound event. Þannig að þá þetta notað hérna. Þá erum við bæði með hann hér og svo í constructornum okkar til þess að bænda hann rétt. Við erum með einhvern unbound hérna sem er bara method á klassunum sem ekki gert neitt meira með. Og svo erum við með hérna public method bound hérna. Og svo erum við með þessa fjóra leiðir til að gera þetta. Unbound, constructor bound, unbound með fatt arrow í inline og svo public bound hérna. Þannig að ef við klikkum á unbound, og það sem við allir gera að logga this, þannig að þá fáum við undefined, sem því að við höfum ekki aðgang að klassunum. En constructor bound, event bound og public bound munu allir í raun skila this sem komponentum sem við erum að vinna með, þannig að við getum í raun brugðist við rétt við eventnum. Svo höfum við hérna einhvern data komponent sem er bara með fylki af einhverjum hlutum í okkar tilfelli tölum. Við renderum út hérna með set items map og tökum við þetta fylki af tölum og bætum þeim við. Setjum key hérna, skrifum út þetta og svo ætlum við að hafa hérna eitthvað sem að myndi eyða þessari færslu. Þá getum við gert það svona hérna. Þegar það er klikkað á, þá ætlum við að keyra þetta fall hérna sem að deletar þessu itemi og sendir inn og þá getum við ítt hérna deleting 1, deleting 3, 6, ok? Eða þá við getum notað svona handle click hérna sem tekur þá inn ID-ið hér og skilar falli sem er þá lokun yfir þetta gildi hér og þá virkar það nákvæmlega eins en er í raun ekki að búa til nýtt fall í hvert einasta skipti sem þetta myndi rendera. Þannig að ef við væri að eyða þessu út, sem við kannski átt að gera, þá væri í rauninni hvert skipti að búa til nýtt og nýtt fall. En við skulum taka svona 10 mínútna pásu.